Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, okkur langar til að halda áfram að tala Gaza, en það kannski þeir atburðir á jörðinni sem eru hryllilegastir og ágengastir og mikilvægast að við finnum einhverja leið til að bregðast við, og hingað komin Fida Abu Libdeh sem orku umhverfistæknifræðingur á frumkvöðull og frá Palestínu, það ekki? Jú. Þú Íslendingur og Palestínumaður, eða hvernig myndur þú segja það ef ég myndir spyrja það? Ég Íslendingur og Palestínumaður, bæði. Já. Heyrðu, ég veit ekki hvað það að spyrja, þú fylgist með hvað að gerast? Jú, ég fylgist með. Og það erfitt? Mjög erfitt. Já. Ég bara passa mig á því stundum að taka pásur á milli. Já. Það mjög erfitt að fylgjast með, það mjög erfitt að ræða þetta, mjög erfitt að tala við fólki úti. Og það náttúrulega hryllilegir atburðir að gerast. En svo það líka þannig að það eiginlega ekkert, það engin leið út einhvern veginn. Það ekki líka, eins og það sé bara endurtekin hryllilegu dagur aftur og aftur. Ég veit alveg að við upplifum þetta þannig. Já. En þegar ég tala við fólki úti og þeir segja frelsi svo nálagt, við finnum það. Og hvernig finna það? Þeir bara hafa aldrei, ástandi hefur aldrei verið svona slæmt og svona barátta Palestínumanna hafa aldrei náð svona langt. Þannig þeim finnst eitthvað öðruvísi við þetta og þetta, þeim finnst að einhvern veginn upplifa, það verður endi að þessu. Það getur ekki haldið áfram svona. Það getur ekki haldið áfram svona. Og það getur ekki versnað. Og getur ekki verið tilbaka. Þetta hlýtur að skána. Þannig ég veit alveg, hvað þetta meina og hvernig ég upplifa þetta. Þetta hræðilegt og ég sé ekki neina birtu og bara þetta búið. En þegar ég upplifa þetta öðruvísi sem betur fyrr. Og þess vegna hafa þessi ennþá baráttan og ennþá að lífi og ennþá að berjast. Þau eru ekki gefast upp. Nei. Stundum þannig þegar fólk í einhverjum bara stórkostlugu vanda, að þá verður oft svona vongott. Ég man að þegar ég var lítill þá sá ég svona teikningu í Mogganum. Það var svona manni sem var bara einhvers staðar út á Kyrrahafinu og það var svona reykur við sjóndeildarhringinn eins og var í skemmtiferðaskip og hann vinkaði, sem náttúrulega ekki fræðilegu möguleiki að þau sjái hann. Heldur það getur verið þannig að þegar þú ert í bara stórkostlegum vandræðum þá getur þú kannski hort á uppreist stúdenta í Bandaríkjunum og sagt, nú þetta að koma, nú þetta að koma. Þetta þannig. Já. Þegar þú sér það, ég fer frá Palestínu 95 og síðan þá hefur ástandi versna og sérstaklega vesturbakkanum Gaza, Oslo samningar, fríðarsamningar voru rétt að byrja þar ég fer frá Palestínu, þannig ég upplifði aldrei þessi fríður sjálfstæði Palestínumanna í Gaza og vesturbakkan. En svo fer ég aftur í heimsókn 2004, allt annað landslag. Hvernig þá? Bara fólk voru uppgefin, af því þessi samningur var ekki alvöru, þetta var bara gaf Ísraelsmennum meira tæki á Palestínumanna og þau voru uppgefin og þau voru bara að hlúta þessum lög þrátt fyrir þessi frelsi. Eina munurinn sem varð að sumir okkar Palestínumanna fengu að sækja palestínsku ríkisborgararétt. Það eina. Skiptir engin máli hverju þú varst að kjósa, hvort þú borgaði skatta ekki, þú fékkst engin þjónusta, engin réttindi, þú fékkst bara þetta passa sem þú gæðst ekki einu sinni ferðast annars samþykki Ísraelsmanna. Það var einhvern veginn heimurinn byrja að horfa öðruvísi á Palestínumanna og meðal annars Ísland. Við viðurkennum Palestínu, en hvað vorum við að viðurkenna? Að þau eru með vegabréf, engin réttindi, engin, tekjur, engin frelsi, ekki neitt, engin lýðræði. Hvað erum við að viðurkenna? En svona vesturræna heimurinn byrja að horfa öðruvísi á Palestínumanna eftir þetta að þau eru með palestinska ríki sem var bara falskt. Við Íslendingar viðurkennt Palestínu, en síðan innrás inn á Gaza, inn í Palestínu. En það bara íslensk stjórnvöld bara blessa það. Þannig það
Það mjög, ég ekkert að fara að tala tölur, ég ekkert að fara að tala hversu mörg börn eða konur eða ástand í Gaza að þau lifa ekki hjálp og bara stanslösa árásir, ég ekkert að fara að ræða tölfræðin eða hvað að gerast. En fyrir okkur, stuðningsmenn Palestínu Íslandinga, sem eru stuðningsmenn Palestínu hérna á Íslandi og erum bara þreytt á því að ekki geta sýnt Palestínumanna samstöðu almennlega út af því við erum að berjast við að segja við ríkisstjórnin hvað að gera? Taki afstöðu. Taki Tyrkland og Kólumbíu til fyrirmyndar. Akkur þurfum við í staðan fyrir að vera að safna orkan okkar að sína Palestínumanna samstöðu að hjálpa þeim í allt sem að gerast þar. Við erum að eyða orkan okkar í að fara fyrir utan Alþingi hverju einasta helgi og segja hvað eru þið að gera? Akkur ekki að fordæma þetta? Þannig... Og ég spyrja, akkur heldur það sé? Það nefnilega einhverja hagsmuna að gæti hérna. Ég ætla ekki að þykjast að vera eitthvað, vita allt pólitík og hvernig þeir eru að hugsa þetta, en ég veit það minnstar einhverja hagsmuna að gæta. Þetta ránt. Það vita allir þessu ránt. Ef þú talar við hvaða flokk sem hvaða stjórnmálum bara í eigin tali, án þess að vera með fjölmiðla í kring eða einhverja yfirlýsinga, þá segjar þetta ránt og þetta ógeðslegt sem að gerast og Ísland ætti að taka afstöðu. Það kemur líka fram í skoðanakönnunum að þetta sé afstaða mikils meirihluta íslensku þjóðarinnar. Það stendur með Palestínumenn. Og meðal annars stjórnmálamanna. Og þau þóra ekki að segja þetta, þau þóra ekki að gera neitt. Af hverju er það hlýðni við Bandaríkin? Það ekki það eins og Ísrael hafi eitthvað svona stórkostlega hagsmuni á Íslandi? Nei, það Bandaríkin. Við getum ekki sett okkur upp á móti neinu sem að Bandaríkin ákveða að gera. Nei. Ég var svo hnykslað að við þurftum eitthvað að ræða hvort við ættum að fordæma árásir. Ætti Ísland að setja hjá Sameinuðu þjóðanna eða kjósa með á móti. Er það eitthvað til að ræða? Þetta er ekki Ísland sem ég þekki og ekki Ísland sem ég... Ekki sem að Ísland sem að þú lifir í. Nei. Það er ekki fyrir að kemur á stjórnvöldum. Stjórnvöld gera eitthvað allt annað heldur en að þú upplifir að mikill meiri íslensku þjóðarinnar vill og meiri segja fólki sem er hluti af stjórnvöldum. Þannig að við erum först einhvern veginn í þessu að þurfa að beygja okkur undir Bandaríkin. Ég las einhvern veginn, ég held að var hjá Elisabeth, leikstjórinn. Hún sagði sagði bara svona Facebook-færsla og segir hvað skuldum við Bandaríkin að við þurfum að greiða fyrir það með blóð barnanna. Einhvern veginn svoleiðis orða á það. Þannig hvaða plánið erum við komin, hversu látt erum við komin að við erum ekkert að segja þegar eitthvað ránt að gerast, að það sé ránt. Hvað skuldum við svona mikið? Hvað fær okkur til að gera þetta? En þegar þú stendur frammi fyrir þjóðamorði og þú bregst ekki við og gerir ekkert, þá ert að styðja þjóðamorðið. Já. Og það er raunverulega það sem íslensk stjórnvöld er að gera. Já. Ég meina verum við alveg svo enga stund, við ríkisstjórnin enga stund að koma með yfirlýsingar fordæma það sem Hamas er að gera og það sem gerðar 7. október og það sem Rússar að gera í Úkraínu og allt það, en við þurfum að hugsa og bíða eftir nýjustu rannsóknir til þess að fordæma það sem Ísrael er að gera. En Alþjóðadómstóllinn, hann úrskurðaði að það væri líkur á því að þarna væru þjóðamorð í gangi. Það var fyrir 12 árum síðan. Ég held að líkurinn hafi bara aukist. Því að núna er bara verið að svelta fólk í ofanálag. Sem þetta ástandið hefur versnað. Já. Og niðurstaðan var það að það yrði að stoppa átökin og það yrði að koma fólkjum til hjálpar. En íslensk stjórnvöld virðast ekki hafa þessa línu þótt að Alþjóðadómstóllinn sem er hluti af bara formlega, fjölþjóðlega vettvangi komist að þessar niðurstöðu sem er sama stefna og krafa og mótmælendur á Íslandi eru með. En stjórnvöldin eru einhvern veginn ekki á þeirri línu. Nei. Þetta er alveg, ég veit ekki hvað hagsmunir, eins og ég segi, ég skil þetta ekki. Hvað fær maður, þú veist, ef þú sér við erum öll að horfa á þetta, við veitum öll hvað er að gerast, við þurfum ekki að ræða þetta, ég þarf, eins og ég segi, ég þarf ekki að segja tölur en eitt, þú veist, 9 ára barnið mitt veit hvað er að gerast þar, það er bara hver erum við sem manneskur og hvað fær okkur til þess að horfa fram hjá svona hryllingur, annarkvort eftir að segja við sjálfan með mér kemur þetta ekkert við, þú getur ekki verið að
getur ekki sannfært sjálfan þig að þetta ekki að gerast. Þetta að gerast. Nei, þetta að gerast. Þannig ég skil þetta ekki. Ég skil þetta ekki í alvörinu. Ég myndi aldrei vera sá ránt og þú veist, þetta bara samfélags ábyrgðin okkar, skylda okkar að segja nei þegar eitthvað ránt að gerast, að tilkynna það. Ég veit ekki. Hérna stjórnvöld, meðan Bjarni Benediktsson sem var utanríkisráðherra og nú orðið forsætisráðherra, hann svona rakirti mótmálastöðuna á Austurvelli, eins og að það fólk væri að eyðileggja Austurvöll með kröfum sínum að sínu fólki yrði komið til bjargar. Systir Fallastín, hún kom í Kastljós í október og hún fekk aldrei að kenna á því með því að tala frelsisbaráttu Palestínumanna. Þannig að það er líka að þau sem að taka upp og sérstaklega þið sem eru frá Palestínu, þið fáið að heyra. Ég get tekið þátt í mótmálum og öðru slíku og fæ ekki fólk getur hæðst að mér eða eitthvað svoleiðis, en þegar snýrað ykkur sem eru frá Palestínu, að þá fáið þið svolítið svona eins og að ykkar kröfur eigi ekki heima í okkar samfélagi. Já. Sem þú veist, ég veit ekki hvernig, þetta eru okkar samfélagi líka. Við Palestínumenn sem búum á Íslandi höfum lagt mikið til Íslands og okkar samfélagi og við horfum ekki öðruvísi á sjálfan okkar nema við eigum annað uppruna, að vera mismunna okkur, að vera með áráður á samfélagsmiðlum og við fréttunum og segja ranga fréttir og halda áfram að orðanotkun og búa til þessi áráðu að, þú veist, eins og við einmitt höfum ekki rétt á okkar skoðanir, okkar lýðræðislega tjáningu, rétt, að við höfum ekki rétt á því að því uppruna okkar í öðruvísi og á því hvaða skoðanir mínur eru, ég hef alveg rétt á þeim og þú veist, en þegar einhver fólk, þú veist, svona í valdastólunum og eiga ágætis fylgi 20-30% þjóðunar að fylgjast með þeim og hlusta á þeim og orðanotkun og áráðu og stundum alveg rasískar yfirlýsingar gagnvart ákveðin hópa fólki. Fólk eru ekki þá að réttum stað. Svona fólk eru ekki fulltrúa okkar Íslendinga. En áráðurinn á heimsvísu svolítið það að Palestínumenn séu, það vera afmennska Palestínumenn. Það að gera það. Og umræðan gyðingahatri og það sem fólk að tala við vorum að tala þetta samfélag Palestínumenn að við vissum ekki að vera til fyrir að koma til Íslands. Við höfum alltaf búið með, við höfum ekkert á móti gyðingum sem trúabröð eða kristintrú þú veist hvað, við höfum alltaf búið saman. Besta vinkona mömmu mína gyðingur, bjó í næsta húsi. Það hefur aldrei verið við höfum aldrei haft nýtt á móti gyðingum. Við höfum eitthvað á móti sjónistar og Ísraels her. En kynþáttafordómar eru sterkt afl og það eru dæmi það að það sem að kannski allt hefur virkað í lagi, að vinkona mömmuðinnar hafi verið gyðingur og mamma þín muslimi. En svo gerist eitthvað í átökum samfélaginu og allt í einu bara rifnar á milli og þetta verður raunverulegt að við talaðum þetta hvað gerist í Bosníu þegar átöki voru þar, þá allt í einu bara einn daginn skiptu trúabrögð öllu máli. Það hefðu engu máli skipt áður, allt í einu skiptu öllu máli. Já, en í þessu samhengi þau bara skipta ekki máli. Ég veit alveg að það að reyna að búa til þessi hattur. Það eru fleiri gyðingar að mótmæla fyrir utan Columbia University en annað fólk og segja, ég palestínumaður, ég gyðingur og ég stend við Palestínu. Það vinst inn í Ísrael. Það er mótmælur daglega og segja bara ceasefire, stop genocide. Þú veist, þetta snýst ekki trúarbrögð. Og hefur aldrei snúist það í Palestínu. Ég veit ekki hvort þessi, fyrir fólk sem hafa aldrei kannski farið til Palestínu, skilja að, ég var í skóla þar sem var blandað öll trúarbrögð, við fengum frí á föstudögum, á laugardögum, á sunnudögum, afi til að virða trúarbrögð, við lærðum með öllum trúarbrögð. Við höfum alltaf búið saman. Þegar ég fer til Palestínu var síðast 2023. Ég fer í Fæðingakirkju Jesú, ég fer í Al-Quds moska. Það hefur aldrei verið neitt issue og við höfum alltaf, og ég veit að það er að búa til. Þannig þetta
átök land og landrán bara og rétt, kúgun já, og réttin að vera til, já, aðskilnaðarstefnu, þjóðamorð, þetta snýst ekki trúarbrögð. Hefur aldrei gert það. Og við sáum það í Bandaríkjunum, hver eru með hæsta rettir hérna? Fólk sem... En í íslensku umræðu að það var í þinginu að þá voru þingmenn upp í pontu að tala atburðina í byrjun október og voru að lýsa því að þar hefði vanfærum konum verið ristar upp á kviðnum og börnin tekin út og börn setti á grill og þar fundi gotunum. Þetta var sagt í þinginu. Ég veit hvað þetta vitna í, sko, hvað þingmaður. Já, þetta held ég að sé öllum ljóst að eru skröksugur. Það Og að þetta er ekkert verið leiðrétt eða neitt. Nei, og að við erum að nýta bara Alþingishús Íslendinga fyrir svona áróðu og ekkert leiðrétt og ekkert gert neitt í því, bara, ég veit ekki hvert við erum að fara með þetta, sko. En ég ákvað þetta byrjaði, þú veist, og umræðan var alveg 7. október og umræðan alveg bara, nei, þetta byrjaði aðeins fyrir, aðeins eftir, ég bara, ætla bara, eins og maður segir, choose my battle. Ef þú ert svona ignorant, þú ert bara, þú veist, svona, veist ekkert sögu, veist ekki sögu Miðausturlanda, Palestínumanna, ég ætla að trúa því að þetta byrja allt 7. október, þrátt fyrir saga mannkyns og hvenær að byrja og hvenær Palestína var stofnað, Ísrael var stofnað 1948 áður, var ekki til. Ef við ætla að trúa þetta, ég ætla ekki eða orkan í þér. Þú veist, ég ákvaða það. Já. Ég ekkert að leiðrétta svona fólk sem bara, ég veit ekki, hvort ég vita að þau eru svona heimsk og að búa til áráðu, eða vita það ekki. En það þeirra heimaverkefni að læra sig og ekki mitt að kenna þeim. En þessi áróður bara klassískur áróður sem notaður í svona átökum. Við sökum þig að borða börn. Já. Það notað sem bara vopn til að bara einangra Palestínumanna meira og búa til svona hatur. Þannig, og ég get ekki svara því. Ég get ekki svara að þreytandi að segja, nei, ég borða ekki börn. Nei, ég var ekki í Burgó meðan ég var út í Palestínu. Ekki reyna að finna vit í vitleysu eins og eitthvað sagt. Takk. Það getur verið mjög erfitt. Já. Herðu, en Píta, hvað viltu að íslensk stjórnvöld geri? Ég vil að þau taka afstöðu. Hvernig? Skýra afstöðu. Ég meina að horfa til Tyrklands eða til Kólumbíu eða þú veist, með viðskiptabanna á Ísrael hætta, þú veist, bara ríkisstofnun að hætta að kaupa vörur þaðan, þú veist, það þarf ekki vera eitthvað, þú veist, bara loka landi fyrir það, bara ekki kaupa vörur þaðan, eitthvað, bara yfirlýsing, eitthvað smátt, eitthvað sína að við sáum þetta ránt og við ætlum að segja það. Ég hef ekki orðið varfið, sér rætt Gaza í forsetakosningunum. Nei. En maður myndi samt ætla að það mál kæmi upp því að ég býst við að Palestínumenn á Íslandi, íslenski Palestínumenn, alveg eins og stuðningsfólk Palestínu og bara stuðningsfólks bara friðar og mannúðar hafi orðið fyrir miklu vonbrigðum með afstöðu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Og síðan hún komin í forsetaframboð. Þannig að maður myndi ætla eins og til dæmis frumvarpi sem hún lagði fram í þinginu lagareldi sem hefur svolítið verið hluti af kosningabaráttunni, hefur verið rættar, þótt að hún hafi kannski ekki mikið rætta. Finnst þið líklegt að Gaza, að hún verið innt eftir þessari afstöðu? Ég minna, þú veist... Já, við getum flett upp í gömlum viðtölum og yfirlýsingum þar sem hún lýsir sig sem sérstaklega stuðningsmann Palestínu. Ég ætla kannski ekki að ræða einn frambjóðandi, en ég ætla samt að gagnrýna, þú veist, fjölmiðla að þessi spurninga hefur ekki komið fram og þetta skiptir svo mikið máli til þess að bara að sjá hvernig manniskan að verða forsetinn okkar. Manniskan að fara að standa með sjálfan sér og segja þetta ránt og ég ætla að segja það þó að kosta mér stólinn. En það var ekki, þessi spurningir ekki búið að koma fram og líka, þú veist, af því við erum að tala þú veist, fréttamiðlana, þú veist, þessi hvernig þau eru að taka þátt í líka búa til áráðu og frétta umfjallanir og hvernig þau tala Palestínu og þáttöku og staða Palestínumanna og þú veist, orðin sem að nota
hvernig það fegra Ísrael og það sem að gerast, en Hamas eru eitthvað að koma og vilja ekki ræða við neitt og koma með ranga falska fréttir og ekki að segja svo rétt frá, en það var tækifæri í forsætisumræður að vera bara með já, nei spurninga að kasta þessu fram út af því margir Íslandingar hugsa þetta mál og taka þetta mjög næri sér að þeirra ríkisstjórn er ekkert að gera nýtt og búast við að forseti myndi gera eitthvað. Og það sjáum við bæði í skoðanakönnunum eins og ég vísaði til, það sem mikill meiri hluti Íslendingar sem að styðja málstað Palestínu, en við sjáum það líka í þáttöku í ýmsum mótmælum og líka bara til dæmis söfnuninni til þess að bjarga fólkinu frá Palestínu, þannig við mörg merki það að þetta er mál sem að stendur fólki mjög nærri. En þú til að segja að fjölmiðlandi kannski eru með þá stöðu gagnvart þessu máli að þau eru erfitt með að bera það fram. Kannski var það sem að næst komst þá var fréttir af því í gær að forsetaframbjóðendur voru spurðir hvort þeir ætlu að horfa á Eurovision. Já. Sem er svona hvað ég segja, svona fölsk spurning kannski þetta mál. Já, það er fölsk spurning. Akkur spurðu ekki beint út því að horfa á Eurovision sem, ég skil það sem, ég veit ekki svörin hver svara hvað, en sem frambjóðandi með því að segja já, þá er ég að styðja við íslenski list. Það kemur kannski palestínumönnum ekkert við. Spurðu bara beint. En þú veist, ég skil ef einhver sagði já, að þessi bara ég er að styðja okkar listamenn hver sem þau fara og hvort ég sé sammálaði ekki, veist, ég skil að þú segir ná, en ef þú ætlar að spyrja staðin til palestínmanna þá spyrju bara beint. Já. Það var enda búið að vera undanfarna mánuði þessi umræðum Eurovision var að sumleyti svona fölsk umræða þetta. Já, svo er náttúrulega fræðilegu möguleiki eitthvað segi já, ég ætla að horfa á Eurovision vegna þess að ég styð palestínumenn og ég fordæmi Ísrael en almennt er ég ansnúin því að nota svona útilokun í íþróttum og listum. Þetta er bara svolít afstaða sem sumir hafa. Eins og ég, þú veist, ég finn svo mikið meðbyrjum með Íslandinga þau hafa sýnt samstöðum palestínumanna alveg ómetanlegt og ég er bara snortinn fyrir það og meta mikils hversu mikið Íslandingar að standa með palestínumanna og þegar umræðan Eurovision kom upp þá hugsa ég, það var rosalega erfitt fyrir mig út af því ég kýs að mótmæla með því að mæta niður Austurvell með að skrifa mér það sem ég er að hugsa á Facebook eða deila einhver frétt og vonast til að einhver tikaði upp og deilaði áfram. Sumir kjósa að mótmæla með að senda Bashar út. Þú veist, þetta áður en heyra vann kosningarna. Þannig ég ákveða þá, ég ætla að sniðganga Eurovision út af mínu samfæringu en ég ætla ekki samt að segja fólk hvernig ég er sína samstöðu Palestínu. Þú bara ræður, ef þú ert að sína samstöðu Palestínu, þá er ég þakklátt. Hvernig þú sýnir það á þinni hátt, það er bara þitt mál. Þannig að það var þegar Bashar, af því fólk voru að tala að hann væri tákn. Það verður viljað að hann hefði farið út? Ég ætla ekki... Það er Eurovision á morgun, svo líka það vil svo til að eru tónleikar í Háskólabíó á morgun líka. Ég ætla á það, já. Að þú nefnir og ég líka nefna þennan mikla stuðning Palestínu hjá Íslandi og ég hef verið að svona skoða annars staðar í heiminum. Ég held þetta sé svona í Írlandi líka. Já. En svo er ekki víða annars staðar þar sem að þú sér svona mikinn stuðning og af hverju heldur þetta sé? Af hverju er svona almennur stuðningur meðal almennings á Íslandi með Palestínu? Ég veit, Írarnir fóru í gegnum það svipað og þess vegna standa þau með okkur. Ég held Íslandinga eru svona, ég veit ekki hvort ég mætti slétta, þau eru svona emotional intelligence. Þau veit, já, mér finnst það. Þau kunna alveg tjá tilfinningana sína og þau vita þetta er rangt og alla gera eitthvað í því. Þau vita alveg hvernig þeim líður með ákveðin málefni og þau geta ekki setja á það. Og þess vegna fara þeir út. Þau kannski hafa ekki upplifa svona niðurlæging og stríð og hertöku en þau skilja okkar upplifun sem palestínumenn. Þau eru bara mjög klár með tilfinningarna sína. Íslendingar? Já. En af hverju ef Íslendingar eru svona tilfinningarlega greindir
Af hverju tekst þeim ekki að velja stjórnvöld sem að endurspegla það? Jú, þetta tilfinningar, ná að plata þeim líka. Ég held þessi, ég veit ekki. Ég get ekki svarað því. Við reynum að rannsaka það. Já, við reynum að rannsaka það. Herðu, við erum að reyna að tala þjóðarmorð án þess að vera með athyglinni á hörmungunum sem eru þar. Af því að ég vil ekki græta þig. Nei. Af því að ég veit að bara, það getur ekki talað um þetta þess að bara gráta. En ef að við trúum voninni sem er í brjósti fólksins á Gaza að það sé kannski nær sigri núna heldur en nokkuð minn áður. Hvernig sérðu framtíð Palestínu? Bara eftir, þú mátt fara 20 ár, 30 ár. Hvað væri það besta sem að geti gerst? Ég allavega veit að við Íslandingar höfum mikið verk að vinna núna eftir þegar þetta er búið. Að aðstofa við að byggja upp Palestínu aftur. Af því þeir eru að fara að skilja allt í rust. Ég þóra ekki að leyfa mér að segja eftir 20 ár eftir 10 ár að vera frjáls Palestína. Ég þóri því ekki út í því ég er 40 eitthvað ára og ég er búin að hugsa þetta í þessu langa tíma eftir 10 ár og það gerist aldrei. Þannig ég þóri ekki að leyfa mér það þó ég á 3 dætur. Elsta heitir Watan sem þýðir heimaland. Næsta elsta heitir Tahrir sem er frelsun. Þannig ég er með hana heima og svo yngsta heitir Asala sem er svona innfætt, original. Þannig ég er með frelsi fyrir heimalandi heima hjá mér en ég þóri ekki að fara þangað en ég sé fyrir mig að alþjóðarsamfélagið tekur sig saman og núna, þú veist, ég náttúrulega til dæmis UNRWA var stofnað strax eftir stofn Ísraelska ríki og allt sem gerðist, þjóðamál sem gerðist þá og var UNRWA stofnað til þess að aðstofa Palestínumennum með svona eiginlega afsökunarbeiðni frá heimurinn það að við vorum að horfa á Ísrael að gera þetta við ykkur, við gáðum þeim leyfi til þess. Þannig ég er að vonast til að alþjóðarsamfélagið tekur við þetta og skammast sín fyrir það sem við erum búin að þegja yfir öll þessi marg ár og aðstofa Palestínumenn að stofna ríki. Þannig eftir 10 ár verðum við ennþá að byggja upp landi upp á nýtt undir alþjóðarvernd. Svipað og margar þjóðir hafa lofað Úkraínumennum að gera að taka þátt í uppbyggingu landsins eftir einrás Rússa og þá verði eitthvað svona samkomulag það í heiminum að það verði að þetta er það er valla að þú leyfir að horfa svona fram af því að það er náttúrulega bara í deginum eru svo miklar hörmungar að þeim verður að linna. Það er bara strax og við eigum að gera allt sem við getum þó er þessi bara yfirlýsing til þess að aðstofi að stoppa þetta strax. Það er ekkert of lítið þannig að það er ekkert að segja hvaða áhrif munum við Íslendingar hafa þó að við förum í hættum einhverjum viðskiptum og þó að við segjum eitthvað þá rödd okkar lítil, þú hafna því. Alls ekki. Því að þetta er líka kannski samviskuspurning hvers einstakling fyrir sig að rísa upp og andmæla þjóðarmorði. Og allt sem við gerum, þú veist, þegar ég er að tala um fólki úti, þau geta ekki, þú veist, bara að deila samfélagsmiðla. Þú veist, hún segir við mig, frænka mín, þú veist alveg, við þurfum að eyða öll samfélagsmiðlana úr símana, annars við erum handtekinn. Þú ert bara að stoppa út í götu og þú ert að deila eitthvað, svona myndefni í símanum þá ertu handtekinn. Þannig bara með að deila, bara með að vera með yfirlýsingu. Í Palestínu við vita af okkur Íslandinga og það er alveg íslenska fána, ég hef séð það í Gaza og annars þar. Þeir vita af okkur og Íslandingar eru duglegur að láta vita af sér og halda þessu áfram og ríkisstjórn koma með sitt fólk í liði. Og hver einstaklingur sem að tekur deilir áfram því sem að fólk er að mynda þarna og segja frá er óvandilega mikilvægt því þetta er fólk sem getur ekki til þessu sjálft og leggur líf sitt í hættu við að koma upplýsingunum fram. Það er þannig. Herðu, Píta, takk fyrir að koma hingað og ræða Gaza og Palestínu. Takk fyrir að hafa mig. Við ætlum að sitja hérna aðeins áfram og halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.